Hún keppir í miðás Miklholt og þau hljóta 6,47 í meðalengun Ásta og Garri. En inn á gólfið kominn Kristján Hrafn Ingason, situr Úlf frá Kirkjubæ, 13 vetra rauð blesóttan, undan Jarli frá Árbæjar, Hjáleigu 2 og Uglu frá Kirkjubæ. Kristján keppir fyrir Bobcat, vertu velkominn. Þú hefur þína sýningu með Adnako-merkið, gjörðu svo vel. Hann Kristján byrjaður en hann ætla að sýna okkur tveimur gefin fram á tölti, opin sniðgangatölti, lokan sniðgangatölti, áttu á brokki og hraðabreytingu á brokki. Þannig sem ég nefndi áðan, hraðabreytinga má ekki bara framkvæma á tölti. En hvernig, hann byrja hérna hægur tölti eða hvað? Já, hann var svona örlítið vakandi yfir dómarunum, þeir sitja náttúrulega niður á gólfi núna. Þannig að það var svona örlítið ójafnt. Nú ætlar hann að vera í slagtaumatölti. Hann var alveg nóg snemma í að sleppa tauminn en hérna, þetta ekki skráð sem æfing en hann getur gert þetta sem útfærslatölti. Já. Það sem ég myndi vilja sjá hér að knapinn myndi fara með höndina ennþá framar og taumur myndi alvöru slakna. Mér finnst það svona bara hálfur slaki á honum. Það víst ekki taumsamband en hann ekki heldur alveg laus. Einmitt. Þannig að annarkvort á knappinn að fá sér lengra taum eða hérna senda höndina framar. Já. En svona helt jafnvæginu fínt og svona en náttúrulega svona kannski smá svindl að svona sína æfinga ekki alveg rétt ef að taumsamband ekki alveg farið. Ef að hesturinn ekki alveg, sem sagt, ennþá aðeins undir áhrifin taumsambands. Já, svo það opin sniðgangur á tölti. Gekk hann ekki nokkuð vel? Ég held það. Allavega fín snið og góð gangtegund, eða hvað? Já. Sem að svolítið, já. Eins hér það sem myndi ráðleggja knapanöfni, sjá maður hans ítri fótinn á honum. Hann svolítið frá hestinum. Sérðu, en hérna, ég myndi ráðlega hann að hafa hans við hestinn, sko, en kannski, ég veit ekki, kannski ekki ástæði fyrir því. En það hérna bara smá pæling að geta, því að þá getur hann leiðrétt fyrir ef að skyldi vera vandamál á stjórna ítri hliðinni eða afturpartinum ef hann færi út af svona skemmtir á þetta ásetu og virkni í ásetunni. Já. En æfingin gekk vel samt, sko, þau náðu að framkvæma það bara nokkuð fínt. En ætla hann sé að undirbúa. Hér hann að fara í lokan sniðgang á hring. Akkúrat. Hann svona aðeins í og úr að koma mjög skemmtilega skrefin á milli. Vantar kannski bara hann sé að örlítið jafnari til þess að hann svona fara að hafa meiri jákvæð áhrif á og til dæmis yfirlínuna í hestinum. En koma góð skrefin á milli. Já, akkúrat. Svona knapinn hér líka svona lendi hans í því að sitja hans að ídra setbeinin, svona ítri hliðinni sem að getur stundum, ef maður heldur að hjálp bara svona í lokin þá það ekki alveg rétt líkamsveiting hjá knapanum og hérna gera æfinguna erfiðara. En samt lendir maður mjög gjarnan í því að sérstaklega ef að gengur æfing ekki alveg upp eins og maður heldur eða vill, sko. Þannig að það maður sjálfur ekki alveg undan því, sko. En það maður þarf að skoða það sitja vel jafn yfir hestinum og ef hesturinn sveiður inn þá bara helst aðeins meira á innra svitbeininu. Já, nú sjáum við áttu á brokki. Það ekki rétt hjá mér? Jú, það held ég. Sáum hvort hann loki áttunni en gengur skiptingar ekki held yfir nokkuð vel og hringin bara fínir í þessu. Jafn stórir og fín reilið. Aðeins erfitt að átta sig á sveigjunni svona í útsendingunni allavega. Það 1 mínúta. Þá var væntanlega hraðabreytingin á brokki komin. Já, það kannski mátt vera svona örlítið safnari á brokkinu, á hæga brokkinu, áður en hann keyrði hann upp. En mér fannst hesturinn batna þegar hann greikkaði skrefið. Já. Svona kannski Þannig að hann bara örlítið hræddur myndavélina og það gæti nú líka verið að trufla hann bara svona yfir höfuð aðeins í prógraminu að hann næri ekki svona
það vantar svona herslumunni að ná í slökurinn í yfirlínun á honum. Já, það er bara mjög góð punktur akkurat. Til þetta sem er svona að fá náttúr í hendi bara vel reistur og býður upp á mikla reysingu. Já, og svo þegar það kemur inn á milli eins og þarna, þá sér maður mjög góðar gangtegundir og flott skref í honum. Og það er tími. Takk fyrir kærlega Kristján og Úlfur. Þetta er svolítið flott brokka á skálinni í endunum og svona kraftur í þessu og hestunum.